Gott kvöld, áhorfendur góðir og góðan dag. Hér mikil bikarhátíð í handbolta. Við erum í Laugardalshöll. Það að fara fram úrslitaleikur í þriðja flokki karla. Eimskipsbikarinn. Andrés Gunnlaugsson heiti ég og með mér er landsliðsþjálfari. Kynni sig hér. Arnar Þorkelsson heiti ég. Það er búið að vera gaman í dag. Það er búið 2 leikir í fjórða flokki þar sem að Selfoss sigraði bæði í kvenna og karla. En hérna eru ný lið. Valur og Káa. Þú þekkir þessi lið kannski aðeins betur. Hvað getur þú sagt okkur um þau? Já, sko, Valsliðið hérna, þessi lið eru kannski nýtt við þessi lið að þetta eru ekki liðin sem hefur verið að berjast titla áður í þessum flokki. Áður hafa verið Haukar og Gróta og Fram sem hafa verið að skipa eftir röð og nú eru komin hérna ný lið. Varðandi Káa-lið, þetta er svona mjög jafnt lið en þeir fara langt á baráttu. Þetta er samheldið og sterkt lið sem spila hraðan og bolta. Já, þeir eru ekki mjög hávaxnir þarna. Þetta er frekar lágvaxið lið hjá þeim. Alls ekki, en þeir eru þekktir að fara áfram á krafti og hraða. Já, kannski þetta gamla þekkta norðan. Það er mikil gleði og mikil ákefð í liðum sem hefur einkennt liðina norðan. Já. Valsararnir aftur á móti, þetta er sterkt lið. Ég held að það séu menn sem hafa verið í landsliðshópi eða annarkvort lokaúrtökum eða lokahópum í hver einum stöðu nema einni held ég sem ég sé hérna inn á í byrjun. Já. Og hafa lent í miklum meiðslum í vetur. Hafa verið með 1-2 leikmenn áallt meidda og hérna sýnast núna að vera að ná að stilla loksins upp alveg heilu liði. Já, þannig það verður gaman að sjá þetta í dag. Þannig að förum svona hægt og rólega bara yfir kynnu liðið svona hægt og rólega þegar líður á þetta. En Valsmenn hefja leikinn hérna. Gaman að sjá það, talsvert áhorfendur sem að koma hérna og taka þátt í þessari miklu bikarhátíð. Já, þetta er flottur dagur. Já, og Valsmenn hefja hérna leikinn og Káa verðist alltaf að spila 5-1 vörn. Já. Og hvar standa þessi liði í deildinu? Þau hljóta bæði náttúrulega verið í efstu deild, eða ekki? Jú, bæði í efstu deild. Valur er í 8. sæti sem stendur. Káa er ég ekki alveg, þeir eru svipað róli í deildinni. Já, þannig að þetta eru kannski ekki þau lið sem hafa verið að spila hvað best í vetur. Nei, en eins og ég segi, þetta er aðeins frábrugðið, en ég held einhvers vegar gífurlega sterk lið sem hafa verið að vaxa mikið á undanförnum. Vaxa gífurlega. Já, það verður gaman að sjá þetta. Þeir byrja aggressíft hérna að Káamenn, komið gullspjald strax eftir tæpa mínútu og kemur hérna innleysingi á þeim, Línumar kemur út, sækir bolta. Bjartur tekur skotið. Já, og við sjáum að það er sama tískan hjá markmanni í þriðja flokki, eins og hjá meistaraflokki Akureyrarliðsins, mætt á stuttum buxum og Þetta er alvöru. Já, það er gaman að sjá að svona færist niður. Það sýnir það að menn er að fylgjast með sínum átrúnaðargoðum. Já, það er alveg klárt að meistaraflokksleikmenn eru fyrirmynd yngri leikmanna. Já. Og það er bara gaman að sjá það. Hann er kominn, Bjarki strax með eitt varið skot, þannig að það er mjög gott. Káa kemur hérna, kvikur strákur hér á miðjunni. Já, hann er svona kannski sem stýrir þeirra sóknarleikurinn, helstu sóknarleikurinn. Sigþór þarna hefur ekki. Já, Sigþór heitir hann. Já. Svo erum við örfendan mann sem hefur verið í 94 landsliðinu hérna í hægri skiptunni, Kristján. Og svo þarna í vinstri skiptunni er Snorri. Hann hefur vaxið mikið í vetur þessi leikmaður. Og það verður gaman að sjá hvernig hann verður í leiknum í dag. Já, en maður sér strax að Káa-liðið er með þessu marki sem hefur einkennt Káa-liðið. Þeir reyna mikið að fara í maður og mann í kontakt. Og leikmannur átt að skora fyrsta, Garðar Már Jónsson skora fyrsta mark þessa leiks. Vel gert hjá honum. Já, mjög vel gert. En maður sér að þetta er sama handbragð sem hefur verið mikið fyrir norðana. Menn eru óhræddir að taka varnarmann á. Já, og það er náttúrulega þannig að það er svolítið þessi bolti að spila. Þeir spila ekki mjög taktískan bolta Akureyringar. Eða Káamenn. Það hefur ekki verið og það segist ekki verið með þetta lið heldur. Góðir maður og mann, gífurlega sterkir maður og mann. Já, mann sýnist að vera sterkir.
Og hann hérna númer 15 hérna, hann hjá Val, hann Alexander hérna. Alexander Örn, já. Hann 94 líka. Gefið vel inn á línu, hann klárar þetta vel og skora fyrsta mark Valsmanna. Valdimar, já. Þetta var góð sendingin. Valsmenn eru hérna með núna sko, já þarna fyrir framan Sveinn, hann Örnfjörður Hornamaður, hann hefur verið með 19. landsliðinu. Já. Vel gert þarna, það gott skot. Já. Svona hefur skorað sitt fyrsta mark. Já. Þeir hafa verið allur hægri vængur pluss miðjumæður hafa verið í 19. landsliðinu. Sveinn, Agnar og Bjartur hérna. Já. Voru allir með þeim jólin í Þýskalandi, Heljaköp. Já. Heljaköp. Það heitir Viktor sko þetta verður. Já. Það er góður runningur, vel fiskað hjá honum. Já, þeir nú búin að mæta vel á og býðu bara eftir honum. Lárus með sitt fyrsta varða skot. Við förum að eru þessi strákar á yngra eldri ári í þriðja flokki í flestir eða hvað? Ég sýnst að vera ósköp jafn. Já. Þannig að þetta eru strákar sem eiga ár eftir í glæsilega gert fyrir hann. Vel gert. Hann Agnar. Já. Sko. Já, hann snöggur á fótunum. Mjög snöggur á fótunum. Já, og þeir kunna, ég svolítið hrifinn að mér finnst fleiri lið hér fyrir sunnan mættu kenna meira af þessu að menn séu sterkari að taka á. Já. Þó sért að spila taktíska bolta þá þarft að eiga þetta. Já. Vel gert að Snorra þarna. Gott skot. Já, hann Það var skautið fjær hérna síðast og nú kemur hann með boltan í nær. Já, þeir eru órægir við að skjóta. Já. Það er gaman og skemmtilegt einmitt við þessa aldursflokka að það er svona meiri menn eru hvatvísir og það er svona... Menn eru óheflaðir. Já. Mjög gaman að sjá. Þarna, góð fórnum. Góð vörn. Já, þeir komu tveir á og þó svo þeir hafið staðið fyrir innan þá var þetta ekkert nema fríkast. Það er hart ekki á hérna. Já, þetta eru fríski strákar og sterkir allir. Það er alltaf líka K-menn eru þekktir fyrir að vera með góða stemmingu og góða baráttu í þessum liði og ef það er ekki í bikarúrslitaleik þá veit maður ekki hvernig það kemur til með að sýnast. Nei, þetta er akkúrat leikur þar sem að dagsformi skiptir mestu máli. Það er kannski getan þarf að vera til staðar. En í þetta eru leikinu þar sem að þú þarft að leggja allt í og vera tilbúin að fórna þér. Já. Þau eru svona rétt ennþá að þreifa fyrir sér. Það er vel tekist á báðum megin í vörnum og vel gert á strákunum. Þetta er Bjartur. Hefur spilað landsliðinu, hefur spilað mestmegnis varnarhlutur. Já, gífurlega öflugur varnarmaður. Já. Hann er náttúrulega enn að stækka þessi strákur. Þetta verður stór og hann eru hreyfingarna kannski svolítið þyngri heldur en hjá smærri leikmönnum. Já, en hann er mjög klókur og skynsamur leikmaður. Já. Mjög. Koma K-menn hérna. Vel skotið. Þetta, ég fímin að þessu sko, að þarna er bara komið í færslu. Sigþór er búinn að kalla hér eitthvað kerfi en horfir á markið. Já, þetta er ekkert eitthvað endalaust fyrirfram ákveðu. Nei. Já, vel gert þarna í Agnari. Kemur tilbaka. Já, hann það er svona að minna kannski að þessu varnir. Það er komið staðar í 4-4 eftir 7 mínútur þannig að það er svona eins og vill nú oft verða í þessum aldursflokkum að vörnin er minna heldur en vel fara út úr horni en markmaður gerir þetta vel. Já, vel gert. Það er samt vill oft í svona bikarúrslitaleikjum þá vilja leikirnir oft byrja hægar, það er smá stress í mönnum og svona í byrjun. En það virðist ekki vera hérna, menn eru bara alveg svellkaldir að láta það vaða ramman. Já, enda er það nú á þessum Svítadrópar. Já, það er eitthvað sem vantar eitthvað til að þurrka hérna.
Það reddast. Það er líka gaman að sjá þetta. Það er Ruðningur, hann búinn að færa vel. Taka út fyrir utan, já, rétt á stað. Þetta hefur lagast með þessum nýju áherslum að varnarmaður fara að njóta þess að fara upp á sitt eigin stemmi. Vel gert hjá Daniel. Já. Hann nú upphaflega, spilar nú mest sem línumaður. Línumaður, já. Þannig að hann greinilega fjölögur leikmaður, getur bröðið svo hóflug og svo spilar hann fyrir framan varnarlega. Já, þetta er góður varnarmaður líka. Koma að keyra þér á þetta að KM-menn. Já. Þetta eru 2 mínútur. Já. Þetta er svo sem. Já, það er lítið þess að segja, þannig séð. Þetta er svo sem er svo annað. Sko, þetta er það sem gerist í þessum aldursflokki að menn svona kappið er svolítið mikið og þar alveg fáið út svona brot. Já, það er ekkert lítið að segja. Sjá gaman eitt hvað er spila hérna einu fleiri, þeir breyta ekkert út á vannum og stimpla á þetta í rauninni. Já, Ólafur blokk. Valsmenn farið svo hægt, einu færri. Já, en það sem ég var að tala um á þannig, einmitt sko, þarna eru búin að sjá 2 sóknarbrot, annars vegar Ruðningur sem sem betur fyrir eru menn að tileinka sér dómarar og svo eru þessir ólöglegu blokkeringar hjá línumönnum sem betur fyrir fara að taka harðar á. Þannig að varnarmaðurinn fá að njóta sannmælis í sinni vinnu. Komaður hérna. Já, sjá hérna á miðjunni kominn Gunnar Malmqvist. Já. Hann er fæddur 95. Já, hann fæddur 95, þessi strákur. Já. Vel klára hjá Bjarti. Þeir sækja hratt á. Einu fleiri og... Já, vel gert þér. Já, Gunnar, hann er á eldra ári í 4. flokki. Já, stór strákur. Já, og hann er jafnvel gífurlega góður varnarmaður. Klókur leikmaður og góður varnarmaður. Já. Vel gert, þessi strákur sem hefur verið 19 á landsliðinu og hornastrákur, hann getur líka komið hérna fyrir utan. Hann getur komið fyrir utan, já. Hann er með góða fintur og... Snöggur á fótunum. Já. Og vel gert hjá Agnari. Já, Agnar gerir það. Tekur mann einum færri. Vel gert hjá honum. Þetta er mjög dýrmætt að menn klári þetta. Já. Svona uppbúrnastu í engu. Já. Koma KM-menn beint af gólfi. Hann er ekki stór þessi strákur, Sigþór, en hann... Nei, hann lætur vel vaða og óhrættu við það, sko. Já, hann er líka, sko, hann er með gott jafnvægi þegar hann fer í skotóknuna, þannig að hann getur klárað með skotinu, en hann getur líka látið boltan fljóta áfram. Já. Mjög mikilvægt að leikmenn hafi þennan eiginleika. Já. Koma Valsmenn ennþá nú búin að fá mannin sinn, sérðu? Já, góð finta. Já, ég er mjög hrifinn af þessu strák. Ég er sveit þarna. Ég sá hann í einhverju leik núna daginn með 3. flokki og þá spilaði hann kom á miðjuna, hann kom í bakvörðin og kom í hornið og hann var bara mjög fjölhæfur strákur. Hann er búinn að spila með 19 árunliðin líka og hann hefur staðið sig gífurlega vel þar. Já. Bjarti með gott skot þarna. Já, hann sko... Þegar þú ert með þessa hæð, þetta er stór strákur, þá verður hann að fara upp í loftið og... Já, hann bara, það er það sem hann vantar og er greinilega að bæta hér, að hann þarf að vera meira svona áræðnari. Já, hann er að koma með 3 af 8 mörkum Vals og... Já, og það er bara greinilegt batamerki, hann er bara miklu aggressífari sóknarlega en það hefur verið. Já. Hann dæmi bara fríkastið hlýtur að vera. Já, veit að hann svo snemma. Þegar skrefin kominn, það er kort. Já, hann bankaði bara á brjósti á sér Valgeir. Hann
búinn að flauta svo fljótt, fannst að vera búið með. Þeir eru orðnir aggressívar aðeins Valsmenn í vörninni, vita það að þeir þurfa að megi ekki hleypa þeim í átökin inn fyrir punktalínu. Nei, mega bara ekki hleypa þeim í þessu auðvitað skotum fyrir utan, þó þessi ekki hávaxnir, það eru þetta góðu skotum. Mjög góðu skotum. Sér þarna. Snorri þarna og... Þriðja markið ekki? Jú. Þetta fer fjörlega stað, staðin er 8-8, það er bara allt í járnum eftir 12,5 mínútu, þannig að vonandi helst þetta svona áfram, sko. Já, þetta er rauningur, þarna var hann búinn að hreyfa. Ég hefði viljað sjá hann bara skjóta, en þarna var hann áður hann lenti á varnarmann og þá átti hann bara að vera órægur og skjóta markið, sko. Koma KA-menn hérna, er mögulega að komast yfir, sko, fara, hann har alltaf tekið á, þú veist, það er svona, auðvitað verður boltinn kannski koma fleiri fríköst út úr þessu, en þú þreytir vörnina jafnframt, vörnin verður alltaf að vera á tánum. Daniel hann búinn að leysa inn á línu. Já. Vel gert baráttuna. Já, þeir eru bæði liðin að fórna sér í þetta. Hending komin upp á dómurunum. Spurning hvað er stillu upp. Var hjá Lárusi. Já. Lárus komið 3 skot varinn hér í dag og þetta er ekki hávaxinn þessi strákur, markinu. Nei, en hann er alveg möguleika að verða. Já, hann er á yngra ári, já. Á kannski einhverju sentimetrinni, vonandi. Já. Koma Valsmenn hérna, kemur innleysing, taka klippingu sem innleysingu, kemur hreyfingin hérna. Já, þetta. Sjáum við hvernig hægri vængurinn dróði sig. Tvær, þetta. Þeir eru eitthvað að mótmála Óskar og Heimir, en þetta er bara staðan að þetta er það sem er hættan þegar menn er að taka, þegar þú ert með lið sem er alltaf að taka á, ef þú ert ekki mættur til að grípa hann, þá lítur þetta alltaf flýtt út. Þetta er alls ekki gróft brot eða neitt þannig, sko. Nei, þetta er alveg tekjumynda brot og hann fer þarna bara samt að lendur eftir á. Spurning með skrefin, en ég held að það sé nú bara þannig að hann þarf bara að sleppa, aðra klókar að sleppa fyrir ef hann telur skrefin vera búinn hjá varnarmanni, eða flóknarmanni. Þetta er vel gert hjá honum. Gerir þetta mjög vel, hann komið 3 mörk líka, þetta er... Hann stjórnar þessu mjög vel en er sjálfur samt að reyna mikið, þannig að þetta er efni í góðan leiksturanda. Það er aftur einum færri Valsararnir, þeir sáðu klippa á Agnar þarna hinn meginn, Sigþór klippur hann út. Það vantar náttúrulega Svein, hann fekk þörmingu. Alex með skota. Alex, þetta var gott hjá hann, að gera reyna. Já, engin spurning. Sigþór kemur út af. Eitthvað sem fengi. Og inn á kemur leiknum með 13 allir þannig. Já, það fengi í bakið. Það er að gera rótira, þetta eru mikil spenni í þessu og fer mikil orka. Ég held að það er nefnilega vanmetið í þessu að sko, þú þarft að hreyfa bekkinn, held ég, meira í svona úrslitaleikjum heldur en venjulega leik, því að spennustíð hjá þér er það hátt að þú ert bara, að það tekur orku frá þér. Já, þessi KA-menn eru konið með annar mann hérna í skiptunum líka, með 10 Heimir. Já. Spenna í þessu og þeir, sko, næsti tekur á en þarna... Já, þetta var svona þessu. Þetta er svona hann ætlaði að senda hann að fara sjálfur í hræðaflug. Nú eru búin að fá manninn inn, þannig þeir eru jafnmargir.
Staðan er 9-9 hérna og þessi leikur hefur boðið upp á góða skemmtun. Þetta eru mikið af verðandi landsliðsmönnum hér. Það sé engin spurning. Þannig að það er, sko, vel lesið. Þetta er þó að séu óvart. Já. Það breytir ekki, hann náttúrulega... Já, þetta er bara... Þetta er algjörlega óviljandi. Já, það er bara þannig höfuðhögg, það eru 2 mínútur, ég menn þá þetta sé óviljandi, hann er náttúrulega að reyna að ná upp boltan, hann er ekkert að reyna að meiða neitt, sko. Nei. Það var vel unnið bolti ykkar síðan. Já, hann las þetta mjög vel og kemur hérna bara inn í sér að þetta er góða sending. Hálfkærlega sending ykkar síðan, en þetta var vel lesið. Ég var að segja að það Valsmenn til hrós að þetta er 3. brottvísin hjá þeim, það er ekki komið brottvísin hjá KA, en það er ennþá jafnt. Já. Já, ég er sammála dómara, þetta er bara fríkast, hann er búinn með skrifinn. Koma þeir, KA-menn. Það má segja það kannski, þarna kemur þetta mönnum svolítið í koll að þegar út einu fleiri þá þarftu að vera með taktíst. Það er alltaf að vera að reyna að vinna mann á mann fyrir jafn margir, en þú ert að setja upp eitthvað taktíst þegar þú þarft náttúrulega að fá línumann til að vinna með þér og reyna þá að láta hann loka á færslur, þannig að þú fáir yfir tölun alveg pottið einhvers staðar. Ekki sé bara eitthvað ómarkast í gangi, það er lykilatriði. Þannig að spilaði Hafnarhjúka með leysing á móti. Valsmenn vildi nú fá eitthvað á þetta. Tvígrip, já. Það er að fara illa með þetta KA-menn hérna. Sko, sem þjálfar þá viltu vinna í það minnsta með einu marki þessar 2 mínútur sem vilt einu fleiri helst. Helst með 2, sko, þannig að það er... Spilaði aftur það sama, já. Þarna er boltinn mátt fara yfir í staðinn fyrir inn á línuna. Já, hornavarnarmaðurinn elti of langt, þannig að það var orðið... Láts hinum megin. Já. Og kreftur hjá hann Snorra. Já. Og 2, já. Já. Ég veit ekki alveg með þetta. Nei, ég er ekki sammála þessu, ég er hérna... Þarna missir hann bara manninn og sleppur honum. Já. Og fær refsingu fyrir það í rauninni. Við vorum akkurat áðan að tala um það, eða þú varst að minnast á áðan að sleppa manninum og hann að fái skotið og mér finnst þetta ekki rétt að dætt. En þá eru Valsmenn í 4. sinn, já, vel gert. Vel gert. Já, það var vel gert. Kemur hann. Sýður þessi 4. mark. Það er gaman að þessu KA-lið. Þetta virðist vera mjög jafnt lið og það er allir, það er út að fá mörk úr öllum stöðum. Já, það eru sko 1, 2, 3, 4, það eru 5 menn búin að skora hjá þeim og Valsmenn taka leikinn. Já, ég held þetta sjálfur rétt hjá Heimi, þó þið sé einu færið. Hann verður aðeins að stokka upp og... Það þarf aðeins að þétta varnarleikinn. Já. Það er ekki nefnilega góður. Nei, þetta er svona... En í sjálfu sér sko... Valsmenn er náttúrulega búin að vera núna með 4. brottvísum, þannig að þetta er náttúrulega að verða 8 mínútur, einu færri af 19,5. Það er svolítið sletti. Það er svolítið stórt hlutfall. Og ég var einmitt að minnast á það, þú vilt vinna með 1 eða 2 mörkum og nú er þið búin að ná sér í 2 mörk. Og það er ennþá mínúta í mannin, þannig að ef að KA er að haldast núna þá geta þér alveg unna við það. En
ég alveg sammála því að það varnarleikurinn, sko, ég meina það það sem þarf aðeins að þétta. Já, við erum ekki, hvað markmenn komin með? Já, það ekki komin með 3 boltar, 2 eða 3 hérna, ég búinn að, það komin 4 boltar hérna meginn og KM komin 1 eða 2. Já, hann varði 1, það væri margt ekki við, hann var komið með 1 hérna áðan, sko. Þannig það ekki mikið markvarsla í þessu. Endast hangir saman með varnarleik, en það var ekki verið í fyrirferð hérna. Og það eru 2 leikir eftir hér í dag. Næsti leikur er 3. flokkur kvenna og síðan er 2. flokkur karla, seinasti leikur í dag. Eina sem að Valsmenn verða að passa sig aðeins á, þeir eru svona farnir að pirra sig svolítið út í dómgæsluna og hátu fljótur að tapa haus. Sérðu, hann er ótrúlega sterkur á fótum þessu strákur. Komið 5 mörk. Það er enn hálf mínúta í Valsmanni, þannig að þetta er að vera svolítið erfitt hjá þeim. Vel varið þarna, 3. skot. Og þarna þetta svolítið óskilsamt, það að fá mannin inn núna eftir 15 sekúndur. Þá viljum við bara reyna að spila mannin inn. Já, en þetta byggist, það komið smá svekkelsi og menn verða að hreinsa það bara út. Þannig að ef þú fer að missa haus, þá þetta erfitt. Vel gert hjá honum, Snorra. Já, hann er kröftugur strákur. Já, og hann komið 5 mörk líka og nú, ég held að það sem að gerast það núna. Nú eru Valsmenn farnir að hörfa, þeir eru hræddir, þeir eru búin að fá 2 mínútur á sig fyrir að mæta bara framar. Þá ætla þeir að hörfa og það er ekki gott á móti liði sem með svolítið krafta sóknir hjá sér. Já, og svo þetta þannig að mikil barátta og stemming hjá KM-num og hún bætist bara í hennar þegar það vel gengur. Já. KM ekki alveg ánægður, vildu menn hann hefði bara unnið boltann en þetta var svo. Sko, sérðu? Þessi Sveinn þessar hreyfingar hjá honum, hann mjög skemmtilega hreyfingar þegar hann á gólfi. Leikmann nr. 10, Heimir, skor sitt fyrsta mark. Þannig að tekur að mannin á. Já, þeir eru alltaf að taka mannin á og þetta í raun og veru kannski, sko! Vel varið. Já, þeir vildi fá eitthvað en ég held að þetta bara verið vel varið. Nú verða Heimir og Óskar að bregða svolítið við. Þetta er orðið 14-10 og það er ennþá 7:40 eftir að fyrri hálfleik. Ef þú fer að missa það mikið meira frá þér þá fyrir þetta að vera erfitt. Þeir eru að biðja að fara aðeins framar greinlega í vörninni. Og ég held að það sé í raun og veru það sem þeir þurfa að gera. Þeir annarkvort fara bara í 6-0. Já, þeir þurfa annarkvort bara niður eins og þeir gera núna. Já, þannig ákveða að reyna það því þeir þrýstarnir eru hávaxnir. Tók mjög góða þrýsta þarna, Alex og Bjarr. Já, vel varið, þá fer það að þröngva þá í skot fyrir utan í staðinn fyrir að þeir sé að koma meira maður og mann. Já. Þarna var hann komin að sér langt. Já. Það hefur eitthvað meitt sig. Já, hann fengi eitthvað högg á nefið, eitthvað smá. Það er svo nóg eftir þessu leik og 4 mörk eru lítið. Það er bara 7 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Þú þarft ekki annað heldur en að ná 2 hraðaplöpum og eða eitthvað. Þetta er fljótt að gerast. Þetta gerst 1 og 3, sko. Koma KM-menn hérna aftur.
Já, þessi lína, ég alveg sáttu við þetta. Þeir vilja meina að þessi búið með öll skref og allt og... Já. Sko, nú bara stokkið upp. Þetta má ekki, þeir verða þó nú sé ekki stór og þarf að mæta út í hann. Já. Þeir eru sko... Þeir eru full passífir þristarnir hjá þeim. Já. Þannig að þeir svona... Þeir verða að þora. Annar verður að fara út, þeir eru með bakvörðin hérna vinstra megin, aggressívan út á móti í skittu og gengur vel. En þá verður síðan, þegar hann fellur niður, þá verður náttúrulega annar þristurinn að vera komin út til að mæta. Þeir verður mætti. Nú taka hérna klippa á Sissa á meðan Agnar er utan vallar. Já. En Sissi klippur á Svenna. Já. En þetta alveg rétt, þeir reyna aðeins að tvær, já, hann fer aftan í, ég beið eftir því að myndi, ég held hann alltaf að steppa honum, af því að hann fer í raun og veru sko... Eftir á? Já, ég sá þetta ekki alveg, dómarinn segir hann að við ítt á eftir honum í skotinu. Í skotinu, já. Ég held að því að hann flauta ekki fyrir hann hefur bara verið að bíða alltaf okkur um því skora sko, en ég held hann alltaf að steppa þessu. Það var vel lesið. Já, nú eru Valdmunarnir einum fleiri. Sjáum þeir ættu við... Þeir senda sennilega hérna að fá innleysingu sennilega frá Bjarti. Já, nú er hérna inn. Þetta er það sem er spilað. Velvarið, þannig að... Já, mjög velvarið í Bjarka. En þetta er svona svolítið merki valsmanna. Þú ert náttúrulega með Óskar Bjarnar sem er mjög taktískur og síðan Heimir líka og þeir náttúrulega vinna saman með meistaraflokkinn. Já. Og þetta er alveg hérna augljóst merki. Þetta er bara nákvæmlega sama landsliðir að spila og þeir fengu líka strax færi út. Já, og þetta sem ég var að tala um áðan, að þú einu fleiri þá verður að vera búin að skilgreina löngu fyrir leik hvað á að taka. Það á ekki að þurfa að segja það neitt. Sérðu, kemur hann bara 1 á 1 þarna. Vel gert til Daniel. Þeir eru komin 6 mörgum yfir. Stafnum 16-10. Já. En Valsmenn hljóta að taka bara aftur það sama þeir spila alveg það sama aftur, það er alveg bókað. Bókað sem þessu út úr í hérna. Já, menn megi ekki brjóta þessu út úr í, ekki nema þeir séu bara í færi, sko. Svenni á að taka ákvörðin, hvað gerir hann? Já, og fer hérna, já. Þá er 30 sekundur rúmar í manni. Þeir verða að halda núna, þeir eru konum, sko, verða bara að halda. Annars eru þeir að tapa þessum kafla. Já. Einu fleiri. Já. Nei, hann missti fæturna þarna. Já, hann missti fæturna, þetta var ekki neitt svona... 16 sekundur í og... Ég finnst þjálfarar þurfa að gera meira af þessu sko niður alla flokka þó sér það leyfa að spila frjálst. Það þarf að vera eitthvað svona herrkænska í þessu. Þegar við erum færri þá ætlum að gera þetta, þegar við erum fleiri þá ætlum að gera þetta. Þetta er kennsla sem þarf að byrja svolítið í fjóraflokki. Vel gert þarna hjá Heimi. Já, þetta er svona Valsmenn. Þetta gengur ekki, sko. Þeir eru einum fleiri og hann fær bara að koma upp í skot. Skiptir markmann. Já. En eins og við vorum að tala um vegna þess að það skiptir svo miklu máli. Svo ertu að koma inn í landslið, þar er verið að vinna eftir ákveðnum kerfum. Þú kemur upp í meistaraflokk. Þú verður að kunna báða hluti vel. Þú verður að kunna að spila frjálst og taka mann og mann, en þú verður að líka geta tekið ákvörðun í taktíkum. Vel varið, en þeir ná frákostunum Valsmenn. Já. Munni 5 mörg. Já. Þeir þurfa að halda núna nokkru mörgum Valsar og ná munum niður fyrir hálfleik. Já, aðeins að... Minka fyrir hálfleik. Það er svona, auðvitað er þessi, svo verður spurningum um formið, líkansformið, þegar að þessu KM spila svona aggressíft allar tíman. Já, og það sóknarleikur þeirra tekur líka á. Já.
Þetta er alveg glæsilega gert. Þarna var bara einföld rýking, hann komið 6 markan Snorri, en þarna var bara einföld rýking, línumar liggur hér hægra megin á bakverðu og rykkir yfir og þeir fara 2 á eftir honum. Báðir hafsendanir. Leysir hann inn hérna, koma þær aftur, kemur út aftur. Já, ætlar að sækja Svenna hérna megin, vel gert hjá honum. Já, glæsilega gert. Þetta var klassi. Já. Þeir koma dæli með að spila þetta aftur, koma og setja inn 2 línumenn og sækja svo hinum megin. Já. Og Valsmenn skipta aftur í vörn. Já, þeir sjá að þetta er mest að fara hérna í gegnum að Sigþór á miðjunni og þeir ætla að reyna að loka á það. Þannig að Valsmenn koma hérna, sem kemur aðeins hérna lengra út. Já, þetta var bara einstaklega framtak sem eru skilað engu. Og það er 1,5 eftir, 1:35 hér eftir að fyrri hálfleik. Staðan er 18-13, Valsmenn leita aftur á línunni. Vel gert hjá þeim. Aftur þegar Bjartur aftur með sendingunum á línu. Og góð sending. Mjög gott þetta. Valdimar skorað nú. Annar markið, hann er röð. Já, hann er komið 4 mörk. Það segir þeim það að þeir verða að leita meira á honum. Hann er að klára sín færi og þá verða þeir að bara leita meira á honum. Það er þarna plássu sem er. Það er, þeir færi ekki nóg, hornamennir hjá Val eru of passífir, þeir eru ekki að þétta inn á miðjuna. Þarna vantar bara aðeins hjálpavörnina frá Bjarti. Já. Vel varið. Valsmenn eiga að vera bara skynsami núna, ná einu marki. Það er svona að keyra á þetta. Já. Spurning hvað Einvarður gerir, nú eru 40 sekúndur eftir. Þetta var Tómas sem skoraði þetta mark og 18-15, eins og við vorum að tala um aðeins. Þetta er fljótt að gerast, ég meina hérna taka 2 góð mörk með línu, 1 frákast og 1 að línu, svo taka þeir 1 hraðarplögg hérna, þetta eru 3 í röð og allt í 18-15. Já, nú er spurning hvort Einvarður ætla að taka leikleið hérna. Nei, ég held ekki. Já, fellur allt með þeim, en það þarf líka stundum í þessu. Sigþór kom með 10 sekúndur eftir. Já. Núna tekur hann leiklega. Það er spurning hvað mikið eftir. 8 sekúndur samkvæmt klukkunni. Já, hann má útmælt ekkert þannig. Þannig að það er 19-15 og K.A. á möguleika á að reyna eitthvað. Getur þetta komið strax aftur tilbaka núna sem 2 góða mörk? Já, þetta er fljótt að Valsmenn eiga bara að fara í sína venjulegu vörn. Þetta eru 8 sekúndur og spurningin er hvað er fríkastið, er það hér? Þetta er einhvern þarna hjá bóndalínunni á vallarinn ekki K.A. K.A. Ég held það, ég fari ekki að gefa það sem að brotið var hérna, því það var komið timeout flautið. Já. Bjarki Símonarson í markinu hjá K.A. er komið með einhverja 6 bolta. Lárus fekk 4 og svo kom hann inn á hérna strák, þekki hérna ekki. Egil heitir hann. Já, hann er komið með 1 bolta, þannig að það er áþægt báðum megin. Þetta er hátt skor, 19-15 í hálfleik og sérstaklega fyrir bikarúrslitaleik líka, þetta er hátt skor. Já, en þeir ætla að leyfa að taka fyrirkastið hérna. Já, ég finnst það full á. Já. Við sjáum hvað þeir setja upp hérna. Sigþór á að fá boltan, hann á bara að fara. Já, má ekki láta brjóta á sér á svona stuttum tíma. Þú voru að losa á boltan, þú mátt ekki... Þarna eru 8 sekúndur, þá hefur ekki efni að láta brjóta þér. Hann setur inn í nær. Já, það var alveg klart. Nú þá tökum við smá auglýsingar hérna, staðan er 19-15 fyrir K.A. í jöfnum, en spennandi leik þar sem K.A. hefur þó verið með yfirhönduna nánast alla leikinn.
Við komum tilbaka í seinni hálfleik. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ískápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinnið. I am number 4. Þau voru 9 sem földu sig allan heim. Hvert þeirra hefur sitt númer. Fyrstu 3 eru dáin. Hann númer 4. I am number 4. Heimsfrumsýnd 18. febrúar í Sambíónum. Tryggðu þér miða á sambio.is. Stundum bjart í lífi hvers manns, sem þegar varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo stödd dæmi það að augnablikið breytir stundum stað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár.
meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.